Vanalega byrjum við á fréttum dagsins. Það er mikið í fréttum, ekki? Jú, það nú alveg þokkalega mikið í fréttum í dag. Kannski fyrsta fréttin hjá okkur í dag að Halldór Benjamín hættur hjá Samtökum Atvinnulífsins. Það er síðasta fréttin og kom bara núna rétt áður en þáttur byrjaði. Þessi fréttinar að gerast bara meðan við verum að labba inn. Jú, einmitt. Halldór hættur, hann kom inn til Reginn. Já. Þar stærstu hlutavarnir lífeyrissjóðirnir, hvar SA og félög SA skipa stjórnarmenn. Ég veit ekki hvort að það sé ástæðan fyrir það fyrir. Það hljóta að hafa verið komin einhver tengsl þarna. Já, stærsti einkafjárfestin sem eins og oft leiðandi í Reginn á 3,678%. Það Brimgarður. Systkinin. Matasískinin sem eiga Ölmu. Þannig að Halldór Benjamín að fara að vinna á þeim. Já, kemur manni kannski ekki svo mikið á óvart. Maður fara að vinna þar? Nei. Ég er spennandi að fara í pólitík. Það bara ekki peningar í pólitík. Nei. Þess vegna held ég að segja að fara þangað. Já, ég held að líka hann hann var nú mjög ungur þegar hann að græða vel. Já, það var 12 ára eða yngri í spurningu dagsins. Hvað ætlaði að verða það stór? Hann ætlaði að vera milljónamæringur. Já, gamalt að vera milljónamæringur. Hann ætlaði að segja milljarðamæringur í dag. Og hann hefur ekki dreigið þetta þessi yfirlýsingu tilbaka. Nei, hann hefur ekki gert það. Hann stefnir á þessum. Það ennþá víðtækar rýmingar á Austurlandi. Það var fallið fjölmörg snjóflóð. Það er hryllilegt veður núna, sko. Bara hræðilegt veður. Rók og rigning. Já. Og það búið að loka veginu milli Eskifjarðar og Reyðarfjarðar í öryggisskyni. Já, hættustu í gildi bara í öllum þéttbýliskjörnunum. Einmitt, gul Neskustad, Seyðisfirði, Eskifirði, Fáskursfirði og Stöðvarfirði. Krapaflóð, þannig að þetta kannski, ekki skárra held ég. Þessi verra að fá rigningunni í snjóin. Ég held að sko að þetta verður örugglega mikið þyngra flóð sko. Ef það rennur. Já. Þetta lítur ömurlegt. Já, þetta alveg ömurlegt. Að vera að bíða bara nótti framundan og djöful gangur í veðrinu. Já. Hugsum til Austfirðinga. Já, gerum það. Heyrðu, það var náttúrulega vantrauststillagan sem var í umræðu á þinginu í allan dag, hún var felld á andanum. Hlustar á umræðunar? Já, ég hlustaði svona eitthvað. Dugleg, ég nefndi ekki. Ég hlustaði aðalega framan á sko. Svo var ég svolítið þreytt á þessu. En það voru... Það vissu allir hvernig það myndi enda. Það vissu allir hvernig það myndi enda náttúrulega. Heldur þetta að við áhrif? Já, veistu hvað áhrif þetta átti að hafa? Annað en að sprengja í ríkisstjórnina eða eitthvað svoleiðis. Nei, það vissu allir að VG myndi kjósa ekki samþykkja vantraust á Jón. Einmitt. Og þá hefur þetta hvað áhrif? En ég velti fyrir mig hvort að þau ætla að reyna þrýsta á að flokkarnir takja hann út úr ráðuneytinu sem fyrst. Það búið að lýsa yfir hann er bara nokkuð kortir eftir. En hann fer aldrei, skilur þú. Það er alltaf verið eitthvað að senka því, held ég. Það arftakinn bankáráttirnar. Já. Þannig okkur á stjórnarandstöðunni ekki að vera sama hvort það er Jón eða... Já, hvað heldur að plotti sé? Já, þeim? Já. Ég veit ekki. Nei. Einhver geti haldið að þetta væri til þess að búa til gjá á milli forystu VG og mögulegra kjósenda. En kannski bara engin eftir í VG sem að kippir sér upp við þetta. Nei. Þetta er náttúrulega flokkur sem fekk í kosningunum 2017, fekk 17%. Það mælist núna með 6. Já. Þannig að og það með að við svona persónu fylgi Katrínar sem að lítur að vera eitthvað eftir. Þá myndi ég ætla að þessi 6% sem væri hann eftir styðji bara Katrínu og þessu ríkisstjórn. Já, einmitt. Þannig ég oft það þannig að það talaði með ef að vantraust mistekst að þá það náttúrulega bara stuðningsyfirlýsing við Jón, þannig Jón kemur sterkar út úr þessu. Einmitt. Það hægt að því, já. En varðandi það að stundum heyrim að gagnrýnt að þingmenninni sé að eyða tíma í svona tal. Það getur ekki verið að tala um eitthvað sem skiptir fólki máli. Mikið vandamál í húsnæðismálum. Já, af því það eiginlega bara vita mál hvernig þetta mál endar, þannig að allt sem fer í þetta tímasón. Það var einn sem sló í gegn í þessum umræðum, það Tommi í Tommaborgurum. Tómas á Tómasson sem að gerði grein fyrir atkvæðsinu. Heyra það? Já, skulum heyra það eins.
Virðulegi forseti, háttvirtir þingmenn, hæstvirtir ráðherrar og kæra þjóð. Sitt sýnist hverjum. Eva Sjöfn Helgadóttir talar að veita fordæmi. Eins og allir vita það var Alþingi Íslendinga stofnað 930. Á árunum 985 til 1001 þá var Þorgeir ljósvetningagoði Þorkelsson lögsögumaður. Á þeim tíma risu uppi deilur milli kristinna manna og heiðinna. Þorgeir var þá leiðtogi síðarnefndar sem sagt fyrir heiðingja og leiðtogi kristinna manna var síðuhallur. Sagt að til að komast að niðurstöðu hafi Þorgeir lagst undir feld í nokkur tíma og síðan ákveðið að Ísland skyldi vera kristin en leyfa útburð barna, át á hrossakjöti og blót ef það var gert í laumi. Nú, ég stend hérna og upplifi það að ég eins og vindpoki á flugvöllinu upp í Sandskeiði. Og því segi ég búinn að hlusta á ykkur og eftir því sem ég heyri þá trúi ég báðum aðilum og segi eins og Sókrates, ég veit eitt að ég veit ekki neitt, þess vegna greiði ég ekki atkvæði. Já, nú tókst að líka sér eða svona sinni stöðu bæði við Sókrates og Þorgeir ljósvetningagoða. Já, samt var hann svona eins og vindpoki á flugvelli. Já, vindpoki á flugvelli. Ég veit ekki alveg hvernig hann upplifir þetta sko. Nei. Hann hlustar á eitthvað og hann finnst hann mæla rétt og hann hlustar næsta og finnst hann mæla rétt og hann mæla fyrir sammála síðasta ræðumanni eitthvað. Þetta er dálítið sérstakt. Þetta er dálítið sérstakt. En það er ágætt að tengja sig við þessa menn. Það er eitthvað... Heyrðu, já, fjármálaáætlunin er komin. Já, hún kom í gær eftir lokumarka eins og sagt er. Já. Og komið viðbrögð við henni í dag. Já, það eru, heimildin talar um áframhaldandi halla, mildan hvalrekaskatt, bankasala og lítið aðhald. Já, þetta er svona sama dreigið svolítið held ég bara eins og viðbröð allra. Ég hef enginn verið ánægður með þetta nema ráðherrarnir náttúrulega sem eru hæstánægðir. En SA er óánægt, SÍ er óánægt, ýmsir svona hagfræðingar sem að stíði fram eru óánægðir. Enginn skilur sko, átti ekki að koma einhver aðgerður út af verðbólgunni. Það er ekkert slíkt sem hefur núna áhrif. Það er heldur, svo eru við með mjög óljósar yfirlýsingar að þessu að venda þess að fólk fyrir áhrifum verðbólgunar. Það er mjög veikt og óljóst. Þannig að þetta, ég myndi ef þetta væri svona einhvern, ef þetta væri Rotten Tomatoes og þetta hefði farið þangað inn og maður verið að lesa út úr einhvernum hvað hefur verið, þá veldi þetta að fái svona kannski 1,8. Já, einmitt. Að því að sömuleyti var búið að vera að tala alveg, Seðlabankinn er alltaf að segja að nú er ríkisstjórnin að koma, við getum ekki verið eini í þessu, verkalýðshreyfingin við lagt mikla áherslu á það, allir lagt mikla áherslu og allir horfa á ríkisstjórnina, svo kemur hún með þetta og svo til dæmis eitt þessu að því að það er mildur hvalrekaskattur stendur hana sem er eiginlega engin hvalrekaskattur í þessu nema að þau komast að samkomulagi til þess að skattleggja fjármagn og fyrirtækjaeigendur að þá er hækkað 1% tekjuskattur fyrirtækja í 1 ár. Já, í 1 ár. Já, ég myndi aldrei kalla þetta hvalrekaskatt sko. Því að þá er hugsunin kannski eins og til að sjávarútvegurinn hefur grætt mikið á hækkun og matvöruverði út af Úkraínustríðinu. Orkufyrirtækin græða mikið á hækkun og orkuverði annar staðar. Það var mikið aukning hagnaðar á öllum álverunum, bæði fyrir Austfjörðum og Rio Tinto. Þá hefði verið lagður á sérstakur skattur til að ná því. Það hefur líka verið mikill vaxtahækkanirnar, skiluðu miklum hagnaði til bankana. Það er ekkert slíkt í þessu. Nei, einmitt. Og þessi hækkun á tekjuskattur er náttúrulega, hann leggst bara á hreinar tekjur, þeir eru búið að taka útgjaldi frá, þannig að þetta er mjög lett byrði. Miðað við reyndar Katrín rökstuddi þetta að því að ríkið hefði aðstoða fyrirtæki svo mikið í COVID, það verið komið svona payback time. En ég veit að kannski þetta við að skoða hvað 1% tekjuskattur. Það væri mjög forunlegt að fara að rýna þess. Já, ég held að man ekki alveg tölunar, ég held að ég myndi gíska á að það væri væri kannski svona
tæplega 3 milljarðar. En það var auðsið út sko óheyrulum upphæðum. Já, í góðinu. Já. Herðu, svo er aðalfundur í Seðlabankanum núna. Já. Og Ásgeir talar að inngangsræðinu að við munum aldrei ná tökum á verðbólgunni að verkalýðshreyfingin sundruð. Já, það er sérstakt efnahagslegt vandamál sem og verðbólgu hvati er sundrung í verkalýðshreyfingunni. Hann með smá brot úr ræðinni hérna með leyfi fundarstjóra. Ég verð að viðurkenna að ég hef haft áhyggjur af þróun vinnumarkaðarins á undanförnum. Ég óttast að þar sé akkilísarhæll Íslands í baráttunni gegn verðbólgu nú. Alþýðusamband Íslands hefur veikst verulega og hefur ekki enn lengur samningsumboð fyrir hinn almenna markað. Það er skaði. Sátt á vinnumarkaði getur aðeins falist í því að allir sitji við sama borð þegar samið er. Við þurfum sterkt alþýðusamband sem samningsaðila til þess að standa vörð stöðugt verðlag og vaxandi kaupmátt með viðsemjendum sínum. Við þurfum einnig sterkt alþýðusamband sem þorir að taka ábyrgð og hugsa heildarhagsmuni. Hætt er við að tvístruð verkalýðshreyfing tíni sjálfur sér í þoku og heiðum uppi. Og endi á hringsóli í því sem launahækkanir og verðhækkanir ganga víxl. Já. Hann er alveg bara að beita rithöfund að hafa leikonum hann. Já, hann hefur bjóð bók sem að reyndar hann hefur verið sakaður freklega rithstund eða var nú hugmyndin. En það sem er eiginlega að segja að vantar sterkt alþýðusamband sem að hugsa heildarhagsmuni sem að þýðir það að ekki semjum háa launahækkanir heldur beygja sig undir það. Hann er bara að biðja svona Gylfa Arnbjörnsson aftur. Já, hann er bara að gera það og hann er í rauninni, finnst mér að taka svolítið við þarna þessari ömurlegu eða þessari ómerkilegu fjármála áætlun og beina aðteklinni strax frá henni einhvern veginn, þrátt fyrir hann hafi verið búin að reyna að fá svona, eða íta svona aðeins við ríkisstjórninni upp á síðkastið, en núna er hann einhvern veginn bara, þau ætla ekki að gera, þá hjálum við í verkalýðshreyfinguna aftur. Reyndar á þessu fundum þar sem að hefur bent á að Seðlabankinn hafi verið að beina spjótunum svolítið að ríkinu, þá hafa það verið vara Seðlabankastjórnin sem hafa gert það. Já. Þeir hafa verið miklu djarfari, meðan hans talaðu mikilvægi skattahækkana. Einmitt. Og svo mann ekki hvað hann heitir aðstoða Seðlabankastjórinn í fjármálastöðuleikunum. Hann sagði að til þingmanna að þeir yrðu að gæta því að inni tekjulágu yrðu varðir fyrir skaðsemi verðbólgunar. En ég man ekki að Ásgeir hefur ekki alveg talað. Ásgeir hefur ekki alveg bent þannig. Hann hefur aðeins talað að hann hafi pínu áhyggjur af leigjendum. Já. En það hefur ekkit farið neitt mjög langt. Nei, þetta er svona herðu, viðskiptablaðið segir frá félagar í Kauphöllinni greiddu sér 70 milljarða króna. Nei, munu greiða 70 milljarða. Það er viðskiptablaðið búið að telja það saman eftir, nú við liggja fyrir tillögur í aðalfundunum. Annars er að greiða út arð og hins vegar að félögin kaupi í hlutabréf sem er önnur leið til þess að færa eigendunum arðin. Þetta eru 70 milljarðar sem að þessi, mann ekki hvað eru 23-4 félög borga sínum eigendum. Þarna er síminn alltaf efstur, það er að vera að skræla það reglulega innan. Ég held að þessu 13,6 milljarðar sem eiga að fara til eigenda Símans sem eru sem eru stóðir 16,2 milljarðar, ég með þetta Arion 12,5, þar eru stóðir líka sterkir. Stóðir hafa rekið þessa stefnu þar sem þeir hafa komið og stundum ráðar félögunum þóttir eigi bara mikið minnihluta að því að lífeyrissjóðnir leyfa þeim að ráða og þeir sem er að greiða sig mest út eru Síminn sem að stóðir hafa mótað eigandastefnuna, Arion, þar sem að stóðir hafa verið stærsti eigandinn, Íslandsbanki, þar sem að stóðir alltaf komast inn til þess að ná tökum á í gegnum Kviku og svo er það er það Brim og Heimskip sem eru í eigu, þetta eru kvótagreifarnir sem eiga þetta sem alltaf greiða sér sitt hvora 5,3 milljarðana og svo Síldavinnslan, það er líka kvótagróði 3,4 milljarðar. Þetta er bara, maður bara svona skilur ekki af hverju þetta má. Já.
Þetta einhvern veginn svona... Þau eiga þetta, ég á þetta, ég má þetta. Já, þetta, ég má þetta, já. Það er bara þannig. En þú veist, þeir áttu þetta ekkit. Nei, þeir eignust þetta. Það er búið að gefa þetta. Það var og eru stjórnvöld hér sem að telja að það sé betra fyrir Íslands samfélag að sjávarauðlindins í höndunum af fáum. Já. Þannig það. Það er ástæða fyrir þessu. Ég veit það. Herðu, hvað er meiri höndum? Herðu, það eru búin að vera samningar. BSB voru skrifundir samning 6,7%. Já, það er 6,75. Þetta hefur verið kynnt þannig. Þetta er hérna sömu, það var prósenta sem var hækkunin í samfloti iðnaðarmann og verslunarmanna. Já. Og síðast meldist verðbólgan 9,8. Þannig að þetta er þó samningar upp á kjaraskerðingu. Já, þetta er það. BHM er að sigla sömu leið, samskonar samning. Hann kennar þetta ekki? Ekki kennararnir. Nei, ég veit ekki hvað það er alvarlegt af kennararnum, en kennararnir eru bara ekkert nálægt þessu, sko. En það er svolítið öðruvísi form á þessu. BSB samtökin eru meira minna búin að skrifa undir, restin skrifar á morgun. BHM, þá þarf þetta að fara einhvern veginn svona aðra leið inn í aðildafélögin, en kennararnir eru bara ekki með. Nei. Kannski ætla þeir að stíga upp og neita þessu og fara í verkfall. Já. Ég var með frétti byggð á tölum Hagstofunar þar sem að voru fjöldi kennara í framhaldsskólanum. Þannig er erfitt að meta það því að búið að stytta framhaldsskólan. En það má skoða eitt sem að er fjöldi kennara með kennsluréttindi. Já. Og bæði sem fjölda og það 20% farið á 10 árum. Já. Og kennara með réttindi sem hlutfall af fjöldanum rapað mjög hratt og bara ótrúlega hratt að þetta er svo stöttu tíma. Þetta er bara 9 ár sem að ég skoða. Já, mér finnst þetta svolítið athyglisvert. Já. Þannig að ég held að kennarar eins og hefur komið fram víðum heim, Bretlandi og í Bandaríkjunum, að þá hafa kennarar komið fram með kröfur í samningum sem er ekki bara hækkun launa, heldur bara almennilegan umbúnað bæði fyrir sig og nemendur. Nákvæmlega, einmitt. Herðu, Barðavogsmálið. Já, við fylgjumst með þessu. Bara svona aðeins með öðru augunum, ekkert ítalega. Þetta er svona Þetta er bara harmsaga. Já. En það var sem sagt sálfræðimátamanninum sem ákærður fyrir manndrápið. Telur hann vera á einhverfurófi og hann sé hugsanlega með persónuleika röskun og að hann hafi samt ekki sýnt einkenni geðrós. En þetta er bara, þetta er einhvern veginn. En hann hefur alist upp við ofbeldi og vanrækslu. Hann hefur alist upp við ofbeldi og vanrækslu. Já, þetta er bara harmleikur, held ég. Já. Eins og svo mörg svona já, það er yfirleitt eru gerendurnir, þá er það löng harmsaga sem liggur á baku því. Það talið að faðir hans hafi komið í veg fyrir að hann færi í greiningu á sín tíma. Þannig að þetta er bara sorglegt mál. Herðu, bæjarstjóri gagnrýnir skipun klausturmanns í starf lögreglustjóra í Vestmannaeyjum. Já. En hérna hvað heitir hann? Karl Gauti. Karl Gauti. Já. Hvað, hún vil ekki fá hann? Klausturdónunum. Hann náttúrulega var að tala hvað hún hefði nú hvernig orðaði hann? Á klaustri? Já, klaustri. Ég var að tala hvað hún væri nú búin að hún er Íris. Það er Íris sem er bæjarstjórinn. Já. Falla í hratt. Já, alveg rétt. Já. Þannig að mér finnst ekkert skrítið að þessi bæjarstjóri bankið þessi borðið og... Já. En veistu hver er skipaðan? Já. Vinur okkar í dómsmálaráðuneytinu. Hann er alveg ævintýralega. Það er eiginlega okkar með einasta degi sem er eitthvað svona... Ég er alltaf sannfarðar það að hann er bara risa smjörklípa Sjálfstæðisflokksins. Til að gera hvað? Hann er bara alltaf að gera að skemmta og Bjarni mókar peningunum til já, meðan Bjarni mókar peningunum þannig að ég held að þetta sé bara þess vegna Bjarni er svona ánægð með hann þess vegna fer hann alltaf af og til og vera hann og svona í pontu. Það fór nú allur dagurinn í Jón í dag. Já. Þetta er orðið svolítið þannig. Hvað heldur að Bjarni hefur verið að gera með hann?
Hann kom eitthvað fram í því ég heyrði að Þórdís Kolbrún kom fyrst upp og varaformaður. Þá fór ég að segja, hvað Bjarni búinn að nóg að ég að fara alltaf að stíga upp að verja Jónsson. Farð þú núna. En svo kom hann sjálfur sérna, Bjarni. Já. Þetta er komið. Herðu, það er reyndar eitt frétt úr íþróttaheimum að Arnar Þór landsliðsþjálfari, hann var rekinn. Já, herðu. Eftir að unnið glæstan sigur 7-0. Já. Reynda bara á Liechtenstein sem að þykir ekki merkilegt. Nei, það þykir ekki merkilegt. Allt og fámenn þjóð. En ég held að séu allir saman að hans tíð sem allir þarf að hafa verið einstaklega stemmingslítil og leiðileg. Þannig að ég kannski hann hissa og voru fyrir vonbrigðum, en ég held að það sé ekki margir fyrir. Nei. Ég held að sé allir til í að skipta. Það fylgir oft svona þjálfari í svona liðum að þá ef það ekki gengur að þá er bara að pröfa eitthvað nýtt. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina ásamt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.